Komið sæl og verið velkomin í kaffispjall Iðunnar fræðsluseturs. Sjálfur heiti ég Ólafur Ástgeirsson og leiðtogi bygginga- og mannvirkjagreina hjá Iðunni og hjá mér stödd Bergþóra Kvaran hjá Svaninum. Takk fyrir. Hvaðan kemur þú? Herri, ég vinn hjá Umhverfisstofnun en innan Umhverfisstofnunar Svanurinn, það er svona batteri undir Umhverfisstofnun. Og ég vinn þar við byggingarnar, ég að svansvotta byggingar og endurbætur. Og við ætlum að tala hérna aðeins svansvottaða byggingar. Það kannski bara að byrja á byrjuninni. Hvað svansvottun? Hvað það og hvaðan kemur hún og hvers vegna erum við með svansvottun? Það góð spurning. Þetta umhverfisvottun og umhverfismerki Týpa 1 sem þýðir í rauninni bara að þetta svona eitt af þessum áreiðanlegustu umhverfisvottunarmerkjum umhverfisvottunum sem eru til þarna úti. Þetta Týpa 1 þýðir bara að þeir vinna eftir ákveðnum staðli sem segir að vottunin þurfi að fara í gegnum þessar og þessar kröfur. Brea með til dæmis líka annað dæmi svona umhverfisvottunarmerki, blái engillinn, Evrópublómið og fleira. Svanurinn norrænt kerfi. Þetta við erum með skrifstofur í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi og þetta hérna á Íslandi. Og þetta var stofnað árið 1989, en þetta orðið svona þokkalega rótgróið, en byggingarnar eru kannski frekar nýjar hérna á Íslandi. Við erum búin að vera með aðra vöruflokka lengur, prentiði mitt og ræstingar og fleira, en byggingarnar komu inn 2017 þegar fyrsta húsið var vottað. Upp í Urriðaholti af visthúsi og síðan þá fór bara boltinn að rúlla. Já. Og fólk kannast við svansmerkið og svansvottun á pappír og í svona þjónustu. Hvað erum við að tala í sambandi, hver væri munurinn á svansvottaðri byggingu og öðrum byggingum? Hvað er það sem öðruvísi við svansvottaða byggingu? Þetta eiginlega ákveðin gæðastimpill sem að byggingin fær. Venjuleg bygging þarf auðvitað alltaf að fara í gegnum ákveðið ferli og fylgja byggingareglugerð. Það sem þessi umhverfismerki gera sem að votta byggingar, að þau fara ennþá lengra og eru með harðari kröfur heldur en byggingareglugerðir segja til Þar má til dæmis nefna dæmi orkunotkun. Við erum svo sem ekki komið með orkunotkun inn í byggingareglugerð í okkur, en það sett upp þannig í hinum Norðurlöndunum að það ákveðna kröfur orkunotkun í byggingareglugerð og svo eru það ennþá harðari kröfur í svansvottuðu byggingunum. Hjá okkur erum við bara með kröfur til dæmis orkunotkun. Einnig erum við með kröfur rakavarnir sem í rauninni heldur ekki í svona lágmarksviðmiðum bygginga. Við erum með kröfu að gera dagsbirtuútreikninga, þannig að það sé passað upp á það að dagsbirtan sé eins og hún best á kosin. Hún má ekki vera ómikil en hún má heldur ekki vera lítil. Það skoðað allt efnisval, það eru ákveðnar kröfur hvað varðar allar byggingavörur sem eru notaðar, þannig að það búið að útiloka ákveðin svona efni sem að þykja vera hættuleg heilsu fólks. Bæði hormónaraskandi og efni og fleira. Síðan snýr þetta líka að aðgerðum eins og gæðaferlum í svona þegar kemur að verktakanum, og verktakar vinna núna auðvitað oft eftir gæðakerfi og einhverjir eru með vottagæðakerfi, en þarna eru settar ákveðnar kröfur að verktakinn þurfa að sinna innri úttektum, hann þarf að sinna fræðslu til undirverktaka Svaninn, það þarf að vera settur upp ákveðnir innkaupa verkferlar, þannig að það líka svolítið svona kröfur bara allt starfs, eiginlega bara allt ferli sem snýr að byggingunni sjálfri, að það fari vel fram og sé svona eins að því í rauninni góð vinnubrögð leiða þetta bara til góðrar byggingar, myndi ég segja. Já, það einmitt nú þetta ferli segjum frá því að byggingar hönnuð og þangað til að hún tekin í notkun. Þetta vottunin að koma inn á það ferli allt saman, hönnun, framkvæmd, frágang og skil og allt sem að varðar eina byggingu eða hvað?
Já, í rauninni. Við fáum oft þessu spurningu, hvenær best að sækja Þá segjum við svona á hönnunarferli. Það er kannski minna sem það alveg auðvitað atriði sem snúa hönnuninni, en það kannski þungin í þessu í framkvæmdaferlinu. Hönnunin samt, við viljum auðvitað grípa inn í þegar hönnunin í gangi, því að það dagsbirtu útreikningarnir snúa því að það þarf að skoða staðsetningu og stærð glugga og val á gleri og fleira. Orku útreikningarnir, þeir snúa líka hönnuninni. Það fer eftir hvað einangrun þú ætlar að velja, hvað gleri glugga og hitakerfi og fleira. En það eru kannski ekki það rosalega margar kröfur sem að snúa að hönnuninni. Síðan það framkvæmda ferlið og þar er aðal vinnan og það það sem að við erum mest að koma inn í. Þá fyrir á því tímabili komum við í úttekt. Á því tímabili eru þetta verið að velja kaupa inn efni þó svo að þau hafi kannski verið fyrirskrifið áður. Þarna einmitt verið að vinna líka með alla þessa verkferla. Það verið að sjá til þess að rökavörnum sé fylgt eftir. Þannig að ég myndi segja svona að þungin sé í rauninni á framkvæmdaferlinu, en svo leið og byggingin tilbúin, hún bara búin að fá loka úttekt, öllum gögnum skilað inn, þá segjum við stopp. Þannig að það kannski ólíkt öðrum umhverfisvottunum sem að votta byggingar, að við erum ekki að fylgja þessu eftir að hönnun eða eftir að framkvæmdur lokið. Nei, henni líkur í sjálfsög bara þegar það en það ekki verið að skoða það sem tekur við líftíman eða notkunin eða annað sem að gerist eftir það. En þetta einmitt þá akkurat þessi hluti ferlisins sem að snýr náttúrulega okkar fólki sem eru náttúrulega iðnaðurinn, byggingariðnaðurinn og hvernig eins og til dæmis bara fyrir starfsfólkið, fyrir þá sem að stýra þessu verkefnum, er þetta óheyrilega pappírsvinna eða fá menn í hendur ykkur að bunka á gögnu sem þurfa að fylla út, eða hvernig virkar þetta svona? Jú, auðvitað er þetta, og sérstaklega kannski þegar aðilar eru í fyrsta skipti að gera þetta, þá er þetta alveg þó nokkuð vinna og þetta þó nokkuð lærdómur. Þú þarft að koma þér svolítið inn, þú þarft ekki að læra allar kröfurnar utan að eða neitt þannig, en þú þarft að kynna þér þar vel og þú þarft að vera með gott skipulag á þessu og halda utan öll gögn. Og jú, þetta er pappírsvinna. Við viljum alltaf hafa einn aðila sem svona hálfgerður verkefnastjóri Svansins, eða verkefnastjóri Svansvottunarinnar. Og sá aðili kannski þarf svolítið að sjá að hvort hann búið til verkferlana eða rýni þá, en allavega þessi aðili heldur utan gögnin. Og þetta er pappírsvinna að hans eða hennar hálfu. En svo í rauninum leið og þetta komið, þeir eru kannski búin að fara í gegnum þetta einu sinni, að þá er þetta orðið miklu einfaldara. Það er til dæmis hægt að nota sömu gögn aftur að einhverju leyti, ákveðna kröfur sem er hægt að nota aftur í Svansvottunarferli númer 2. Þannig að þá verður þetta miklu einfaldara og þá er líka bara komin reynsla á þetta og þá minnkar vinnan að sjálfsögðu. Og svo ef maður hugsar þetta líka að þetta kannski fyrir lítilverkefni, þá er þetta hlutfallslega frekar mikil vinna. Þetta er í rauninni alltaf sömu kröfur sem að þið þurfið að skila inn. Þannig að ef þið eru með stærri verkefni, að þá er þetta hlutfallslega miklu minni vinna, miklu minni prósenta af allri heildarvinnunni. Nú er náttúrulega flest allir verktakar sem að vinna svona að þeir eru með gæðakerfi. Myndir þú segja að þetta væri eitthvað meira eða öðruvísi heldur en þetta er hluti af gæðakerfinu? Algjörlega, þetta er það og einfaldast fyrir verktaka sem ætla kannski að fara sérstaklega í mörg verkefni er að innleiða þetta bara inn í gæðakerfi sitt. Það er margt sem við biðjum sem er nú þegar í gæðakerfinu. Gæðakerfi eru alls konar og það er auðvitað misjafnt hvað fólk er að gera, en til dæmis bara þetta með innri úttektir, það er eitthvað sem ég gerir ráð fyrir að flestir séu með í sínu gæðakerfi. Þá þarf í rauninni bara að fara kannski í kröfurnar á Svanninum og bara við erum að svona tjekklista hvað við viljum að þeir sé að fylgjast með, þá þurfa þeir bara bæta því við inn í sitt gæðakerfi.
Svo eru auðvitað líka alveg kröfur eins og þetta með innkaupaferlana. Þú veist, það kannski eitthvað sem ekki, ég veit ekki, það kannski einhverju leitin í sumum geðakerfum en ég veit ekki hversu ítarlegt það En það eitthvað sem skiptir mjög miklu máli í Svaninum að þetta byggingarefni og val á byggingarefni mjög stór þáttur þar og þá viljum við fá mjög ítarlega lýsingu á svona þeim verkferlum sem eiga sér stað. Þannig að það eru ákveðna kröfur sem þarf kannski að bæta við inn í geðakerfið en ef það gert í upphafi þá ætti þetta ekkert að vera neitt. En vanlega eru gerða kröfur náttúrulega efnissamþykktir að verktaka leggi fram gögnum það efnis að nota okkur sem það vottaði ekki þannig að ef þessi gögn liggja fyrir þá ætti það ekkert að vera endilega öðruvísi heldur en segðu mér svo mikið talað úrgang og frágang og flokkun og sorpi. Hversu umfangsmikið það? Sko, það í rauninni til að útskýra aðeins að þá eru við að vinna með viðmið af kynslóð 3 núna. Í þeim viðmiðum þá það bara valkrafa að flokka sorp en það auðvitað í byggingarreglugerð þannig auðvitað verður allir að flokka sorp en þið fáið stig í rauninni fyrir að flokka 70% af öllu sorpi öllum úrgangi sem fellur til á verkstað og þá umfangið eða kannski alvinnan bara að halda utan þetta en auðvitað það krafa að flokka og það krafa að senda þetta til réttan móttökuaðila og þessi móttökuaðili skilar kvittunum að þá ætti þetta ekki að vera svo umfangsmikið en kannski svona áskorunin að vera með sem flesta flokka til þess að ná upp í þessi 70% þannig að það fari sem minnst í urðun en síðan í nýju viðmiðunum það nefnilega að koma ný viðmið fyrir nýbyggingarna núna í janúar vonandi og þá verður þetta orðið að skyldukröfu þannig að þá við vitum ekki alveg hver prósentan verður þeir hafa verið að skjóta á 80-85% og það verður áhugavert að sjá hversu mikil áskorun það verður fyrir aðila heima. Byggingarreglugerðin eða nýja reglur eru raunverulega að toppa ykkur eða toppa þessar kröfur sem í Svaninum. Nefnilega auðvitað eru alltaf lágmarkskröfurnar eru auðvitað bara þú þarft alltaf að fylgja byggingarreglugerð þannig að það í rauninni helst í hendur við Svanin en já, það ekki skylda að flokka ákveðna prósentu í Svaninum. Nei. Eins og En segðu mér þetta náttúrulega en hver einhver kostnaður þurfa aðalega að greiða fyrir það að fyrir vottunina, hvernig því háttað? Já, það smá kostnaður sem fer til okkar. Við erum með umsóknargjald sem 425.000 en við erum með það líka þannig að ef aðili sækir svo aftur, sami leyfishafinn sem með svo sama í rauninni kannski ábyrgðaraðila þennan verkefnastjóra sem ég nefndi áðan, að þá fellur það gjald niður og svo að auki þetta 680 krónur á hvern fermetra. Þannig að það svona það sem fer kannski eftir umfangi byggingarinnar. Já, þannig það raunverulega það sem og það eitthvað sem að verktakinn greiði fyrir þegar að Já, ef það það eiginlega oftast leyfishafinn sem að greiða það og það allir gangur á því hver leyfishafinn það getur verið hver sem kemur að verkefninu, það svona algengast að það sé verkkaupin, þannig ef þetta eru verktakar sem að byggja og selja þá mjög algengt að þeir séu leyfishafarnir, ef þetta eru sveitafélög þá eru þeir oft leyfishafarnir, þannig að svona svolítið þeir sem að borga fyrir verkefnið að þeir að borga þetta gjald og inn í þessu gjaldi svona okkar ráðgjöf og þjónusta og þetta leyfisveitingin og úttektir og fleira. Já, mér langar líka til þess að við erum kannski bara að fara inn á við erum að tala að þetta þarf að fræða, þetta náttúrulega eins og þú segir þetta snýr svansvottunin, hún snýr mjög mikið, þetta mikið hlutverk framkvæmda aðila og verktaka í byggingariðnaði að framfylgja þessu og hvernig og það náttúrulega kallar á fræðslu og þið ætlið að halda námskeið hjá okkur í Iðunni og hvað erum við hvað fáum við að sjá og heyra á þessu námskeiði? Já, við erum mjög spennt fyrir þessu og höfum lengi verið að skoða það að vera með eitthvað svona námskeið því að það skiptir okkur auðvitað ótrúlega miklu máli að
fræða aðila þarna úti sem ætla í þetta, því að það sparar okkur vinnu og bara gerir það að verkum að ferlið allt gengur svona meira smurt fyrir sig. En við ætlum að leggja áherslu á svona í rauninni að kenna það hvernig þú ferði gegnum allt ferlið. Við höfum mikið verið að halda kynningar svansvottun bygginga þar sem við förum í gegnum einstaka kröfu og erum svona að lýsa hvað kröfurnar ganga út á. En þarna viljum við nálgast þetta öðruvísi þar sem við frekar svona kennum að vinna með kröfurnar. Við erum ekki að fara í það að þú þarft að kunna gera orkuútreikninga eða eitthvað þannig, við viljum bara kenna hvernig þú lest út úr viðmiðaskjalinu, hvernig þú sækjur efnissamþykktir, öll þessi hugtök sem við erum að nota, hvert hlutverk leyfishafa, hvert hlutverk ábyrgðaraðila, og svo erum við líka að leggja mikla áherslu á bara af hverju við erum að gera þetta. Við ætlum að byrja fyrripartinn svolítið á því að fara í kröfurnar og útskýra bara af hverju mikilvægt að vera með betri orkunotkun. Það hefur verið ákveðin misskilningur þarna úti að við séum með okkar grænu orku og það er svona kannski eigi bara orkunotkunin eða orkukrafan ekki endilega við og svona. Þannig við viljum bara fara svolítið í gegnum þetta, bara af hverju þurfum við að gera þetta, af hverju mikilvægt að hámarka dagsbirtuna inni hjá okkur, af hverju mikilvægt að stuðla góðri innivist, af hverju mikilvægt að lágmarka þessi skaðlegu efni í umhverfinu okkar. Þannig að fara svona aðeins í það og svo í seinni hlutanum að fara frekar svona meira í kennsluna, hvernig þið vinni með kröfurnar, hvernig þið lesið út úr viðmiðaskjalinu. Þannig að það verður svona bara praktíkin í því bara hvernig unni með þetta á verkstað og hvað fólk á að gera og hvað það gerir til þess að fara að byggja þessu. Og þetta er ókeypis, þetta geta allir sótt án þess að greiða fyrir. Já, sem okkur finnst mjög mikilvægt af því að við viljum að sem flesti geta sótt þetta og þetta líka helst í hendur svona við bara markmið ríkisins og það sem er verið að setja fram í þessum vistvæna vegvísi að bara fræða eins meira umhverfisvottanir. Þannig að og það bara, við bara erum mjög spenntar fyrir þessu og vonum að sjá sem flesta. Já, það eru 30 manns búin að skrá sig á námskeiðið og þannig að við munum örugglega halda fleiri. Já, ég efast ekki það. Lítur allt út fyrir það allavega. Bergþóra Kvaran, ég bara þakka þér kærlega fyrir komuna, þetta er mjög gaman og mjög fróðlegt, takk. Já, takk fyrir að fá mig.